Kæru áhorfendur, velkomnir að viðtækjunum. Í kvöld hafið svo sannarlega valið rétta stöð, því nú byrjar spjallþáttur Jennu Gorms. Gjörið svo vel. Verið þið sæl og velkomin í spjallþátt Jennu Gorms. Hver þekkir ekki söguna Gullbrá og birnina 3? Hefur einhver velt fyrir sér hvað hefur skeð síðastliðin 30 ár? En nú ætlum við að komast að því. Hér er komin til mín Gullbrá. Já, eða eigum við að segja Gullbjörn. Velkomin í þáttinn. Takk þér fyrir. Það er mjög gaman að fá því í þáttinn. En viltu segja okkur aðeins frá þér? Hvar á ég að byrja? Hvernig væri þetta klassíska á byrjuninni? Já, ég held að það væri best. Ég var eitt sinn lítil stúlka, eða réttara sagt í líkama lítilla stúlku, þegar ég hef alltaf upplifað mig sem strák. Og ég hét Gullbrá. Fólk hefur örugglega heyrt einhverjar sögusagnir það ég hef brotist inn hjá böngsunum, en svo var ekki. Ég braust aldrei þar inn. Ha? Innbrot? Hvernig gerðist það? Ég var á gangi í skóginum einn dag og sá bangsa litla. Mér fannst það svolítið sætur, þannig að við fórum að spjalla og hann bauð mér heim til sín. Þar komum við okkur fyrir inn í herberginu hans, spjalluðum, hafðum það kósí og létum vel á hvorum öðrum. Svo heyrðum við einhvern koma inn og hann var hræddur og í rauninni panikaði bara og sagði mér að fara út gluggann og hann hljóp sjálfur fram. Ég þorði ekkert öðru en að hlýða og svo fer ég að heyra sögur það að ég hafi átt að hafa brotist hann inn. En hvað gerðist í raun og veru? Viltu segja okkur aðeins nánar frá því? Já, foreldrar hans bangsa litla komu heim og þau urðu hrædd. Nei, hann var hræddur kött. En hvað skeði í raun og veru? Bangsi litli var hræddur út af því að hann heyrði einhvern koma inn og hljóp fram og ruslaði til og laug því að foreldrum sínum sem voru að koma heim og ég hefði brotist hann inn. En hvernig veist þú það? Bangsi litli sagði mér frá það sjálfur. Við höfum alltaf haldið sambandi og hist á laun í skóginum og hann viðurkenndi þetta fyrir mér og baði mig að gera ekki neitt vegna þess að hann vildi segja foreldrum sínum frá þessu sjálfur. Og hafið þið verið eitthvað í sambandi síðan eða? Já, við höfum verið það alltaf on and off í sambandi. Nú ert þú karlmaður í dag. Viltu segja okkur aðeins nánar frá því? Já, ég hef alltaf vitað innst inni að ég væri karlmaður, en ég fæddist í líkama stelpu. Mamma og pabbi klæddu mig í kjóla og pöntuðu mig og gerðu mig stelpulega, en ég var ekkert spenntur af því fyrir því vegna þess að bara ég upplifði mig ekki sem stelpu. Ég lenti á dimmum, drungalegum stað og átti mjög erfitt í lífinu almennt. En með hjálp bangsa litla þá tókst mér að rífa mig úr því rugli og gekkst undir kynleiðréttingar aðgerð. Og í dag er ég karlmaður. Og líður mjög vel. Áhugavert. En nú ætlum við að fá aðeins aðra hlið á söguna. Og ég ætla hér að kynna bangsa fjölskylduna. Velkomin, bangsa fjölskylda. Já. Alltaf vel. Guðbjörn. Já. Þetta er bangsar. Þú veist það, er það ekki? Jú, ég veit það. Lítla bangsa kúttið mitt. Gaman að sjá þig, ég elska það svo mikið. Já. Ég hlakka líka til. Bangsa, pabbi? Halt þú kjafti, gamli, þú veist vel að ég ekki tekið í lurgina þér.
Slaka aðeins á. Ég ætla að kynna hér Jónatan, fyrrverandi hans Guðbjörn. Hann ætlar að koma aðeins og sína aðra hlið. Jónatan, gjörðu svo vel og velkomin í þáttinn. Ég hafði þig, ég missti þig, ég elska þig. Ég kyssti þig, ég faðmaði þig en sitt uppi með mig. Ást, hamingja og regnbogar. Ég og þú ávallt munum eiga saman litla Björn. Hann má vera með og við getum alltaf gaman. Ást, hamingja, regnbogar. Þú veist hvar mig að finna. Þú þarft ekki ást mín að vinna. Komdu nú og leiktu mig við. Mér saman þitt kyn svo lengi sem við getum átt stundar frið. Ást, hamingja, regnbogar. Þú mátt ekki afneita tilfinningu þínum. Ég veit að þú elskar mig líka. Jónatan, verð ekki með þetta. Guðanna bæn. Já. Ást, hamingja, regnbogar! Guðbjörn, ég vil að það komi fram, við vorum saman í þessu 5 ár, en þau duga ekki. Ég þarf meira. Við getum alveg gleymt því hvernig staðan er. Ég vil bara þig. Velkomin aftur. Við fórum í heimsókn til foreldræðina til þess að heyra þeirra stöðu á málinu og hvað þeim finnst. Gjörðu svo vel. Sæl og velkomin í þáttinn, sæl. Hvernig var Gullbrá sem hún stúlka? Bara yndisleg, þessi fallegu ljósu lokkar og svo fínir kjólum og já, bara þægilegt bara. Og hvað finnst þér kynleiðréttingar aðgerðina? Kynleiðréttingar aðgerð? Hún er stúlka. Það þarf ekki að leiðrétta það, hún er stúlka. En þetta er stór og stæðilegur karlmaður í dag. Ég bara skil ekki að svona sé leyft. Ég bara skil það ekki. Hvað ertu að gefa okkur, maður? Bara svona kaffi. Kallar þetta kaffi? Takk fyrir. Sykur. Nei, takk. Bara svona. En hvað finnst þér um brúðkaup sonar míns? Brúðkaup? Og hverju er hann að giftast? Bámsa litla. Bámsa litla. Þetta er bánsi. Þetta er svona taubánsi. Þú hefur hitt þetta fólk, er það ekki? Eða fólk? Jú, ég hef hitt þau. Já. En hvaðan kemur þessi bánsi upprunalega? Ég veit það ekki. Bónus kannski? Já, kannski. Já. Ég sé að þú hefur miklar tilfinningar gagnvart þessu. Ég bara... Maðurinn er geðveikur. Konan er geðveik. Petra mín. Nei, ertu búin að vaska upp? Viltu bara halda áfram þínum verkum? Ég vil bara innlögn. Í dag. Og mér finnst það eiginlega forkastanlegt að þið séu að ýta undir svona fjölmiðlar. Já. Við skulum bara segja þetta. Ég er búin að vaska upp, maður halda áfram svo. Já. Svona að lokum, er einhver skilaboð sem þú vilt koma til Gullbjarnar? Gullbráar, meinarðu? Já. Gullbrá, komdu þér heim eins og skot. Ég er búin að fá læknistíma. Eins og skot. Ekki að það búin. Jæja, Gullbjörn. Hvernig fannst þér að heyra það sem að foreldrar þínu höfðu að segja? Ég hef svo sem ekki mikið um það að segja. Við Björn litli bangsi erum ástofnir og við ætlum að láta ekki okkur saman. Og það er leiðilegt að foreldrum mínum líði svona, en ég ætla ekki að fara að bjóða einhverjum fordómasekkjum í mitt brúðkaup. Það kemur bara ekki til greina. Já. Og hver eru síðan framtíðarplön ykkar? Við ætlum að kaupa okkur íbúð saman, kannski ættleiða barn. Við viljum bara fá að vera hamingjusamir í friði.
Ég var búinn að vara við gamalmenni, nú skaldu bara sitja eða ég getur inn á kjaftinn. Við skulum aðeins róa okkur. Þið settir ekki verið að parka mín Volvo. Já. Er það eitthvað fleira sem þú vil segja í lokin? Það er ekkert meira að ræða. Þessar fjölskyldur okkar eru fordómafullir asnar. Það er greinilegt að þau muna ekkert það sem við lærði í grunnskóla jafnrétti, lýðræði og læsi. Ég farið fóndubangsi. Ykkur er ekki boðið í brúðkaupið. Ég vil þakka ykkur fyrir komuna í þáttinn og vonandi að þið fylgist með í næstu viku. Ta-ta! Hætta allt okkur, láttu okkur bara í friði.